Verkefnið sem við tókum okkur fyrir kerfi sem birtir hvaða stofur eru lausar og dagskrá ákveðna stofu. Ef við kemur inn á síðuna þá getur við skoða hvaða stofur eru lausar og þetta hópað saman eftir dögum og þetta allt responsive, lítur svona út í tablet og fer alveg niður í svona í mobile. Og svo get ég ítt á eins og lausar stofur og eru engar lausar stofur, en eins og ég fer hingað þá sé ég að stofa 66 laus og það get ég skoða stundatöluna fyrir það og hún laus og svo ef ég skráður inn þá get ég skráð eitthvað á þetta og þetta líka responsive, þetta bara basic dagskrá view og það eiginlega bara alveg eins og síðast, það fellur alveg svona saman fallega og ég get líka skoða dagskrá bara fyrir einhverja stofu og það fæ ég bara upp svona glugga og hann líka responsive, bara lítur svona út alveg niður í síma og ég get leitað eins og ef ég vil fá stofu. Það er mjög lítið point í því núna, en ef það kæmi eins og stofa 610 upp í 639 þetta vil leita eftir eins og 62 og þá fengir allar stofur sem á annarri hæð til dæmis svo það er bara þægilegt future dæmi og ég get skoðað töluna fyrir stofu 630 sem nákvæmlega saman síðast og ég líka að skoða bara fyrir áfanga og það er bara svona hann skráði inn eiginlega flest alla tölu áfanga og til dæmis leit gagleg, það eins og ég vil fá netkerfi þá fæ ég þessa áfanga og ég líka sortera þetta eftir eins og nafni bæði ascending og descending og það mjög þægilegt og þetta líka algjörlega responsive í drasl. Það svona saman í síma og ég get líka skoða töfluna fyrir þetta og allt svoleiðis og eins og þessi skráður hér til dæmis og ég stofi 630 og bara sé ég það og ef ég skráði mig inn hérna og það er bara geru og 1, 2, 3, 4 til að láta mun eftir mér og þá sést ég kom með notendagluggan hér og þetta niðurhala forritið dæmi og ef ég bara byrja á notendaglugganum þetta í responsive mode þá get ég bara þá sé ég alla nótuna og ég get breytt þeim og svoleiðis og ég get líka leitað að þeim þar fyrir ekkert point í augnablikinu en það er sama future eitthvað svo til dæmis þá sé ég þetta og þetta var autocomplete, þetta fyllist ekki sjálfkrafa og annað sem ég hef gert þegar ég skráður inn þá sé ég þetta edit og delete fyrir stofur til dæmis og ég get breytt tegundinni og ástofunni og allt svoleiðis og ég get líka bætt við stofu en þetta kemur bara inn ef þú skráður inn og ég líka kemur þetta breyta og henda saman og ég líka búið til 9 tíma hér og svoleiðis og líka ef ég fer í töflu áfanga fyrir AHL og þá get ég skráð þennan áfanga á þennan tíma í stofu sem bara 186 og ég skráð þetta og þá kemur það inn og svo ég breytt þessu og hent þessu eða breytt þessu stofu 681 til dæmis og þá það hér eða hent þessu þá bara fer þetta og ég get farið og downloadað forritinu sem hann Nonni gerði og þá bara fæ ég akkurat það sem hann var að gera síðast sem bara snillt og
já, við byrstum þetta í Moddalglugga í staðinn fyrir að lóta heila nýja síðu en það eru freka pirrandi eftir góðan tíma. Þetta bara fljótara. Og já, gagnagrunnurinn. Gagnagrunnurinn lítur bara svona út hjá okkur. Það er users tabla sem bara ein og sér og svo er timetable tablan sem er grunnurinn að öllu og hún tengir við rooms eða stofunar og típunar, tegundunar á stofunni og líka tímana og dagana og periódunar sem ég útskýri restar og þetta eru periods, það er eins og tíma frá 8:10 til 9:50 það er bara tímanir og svo eins og 8:10 til 8:50 og svo 8:50 til 9:30 og svo leis og dagarnir sem eru bara mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur og svo framvegis og days periods joinar svo allt þetta saman þannig að það eru allir tímanir í periods töflunni fyrir hvern einasta dag og svo ég nota það sem ID í timetable töfluna og eitt af málunum sem við lentum í var til dæmis hvernig ósköpunum við ættum að birta þessa dagskrá en þess að það var aldrei verulega flókið en þess að upprunalega þá var bara periods tengt til timetable og days líka og ég satt allavega í 2 daga og bara hugsa hvernig ger ég þetta og svo kom nonni með þá hugmynd að bæta við þessari töflu hér og þá bara allt í einu einfaldaðist þetta svo mikið og líka annað mál var í lausum stofum þá var þessi síða ótrúlega hæg af einhverjum ástæðum og við fórum að skoða að það kom fram að HTML-kóðinn hér var það bil 8500 línur sem var svolítið verulega stórt og vegna þess að þessar töflur sem að komu inn í það eru bara echoður út inn í HTML beint en í staði fyrir það þá fórum við gerðum þannig að lótaði í gegnum Ajax svo eins og ég fer þá sést að kom upp request á þetta það bara skilaði töflunni fyrir mig og þetta svo mikið einfaldara og gerir síðan náttúrulega það mikið hraðari og næstu skrefin í þessu hjá okkur er í raun og bara að reyna að implementa flest allt sem er hér við gerum stærðarinnar to-do lista áður en við byrjuðum og svo fjallum við algjörlega á tíma og náðum að gera mjög lítið á honum en það er bara gott svo sem að hafa þetta og við getum haldið áfram með þetta svo sem og já, bara takk fyrir mig